Þetta er verkefni 22 í Excel. Ég er búin að setja formúlu hér, þið sjáu það í bókinni líka, að heildartekjurnar eru fjöldi seldra eininga, 120, sinnum söluverð á einingu. Og þið vísið í hólfin, þið skrifið ekki inn tölurnar. Heildarkostnaður er þá B3, það breytilegu kostnaður á einingu, sinnum söluverð á einingu, plús fasti kostnaðurinn. Og til að finna út mismuninn, þá segið þið sama sem tekjurnar mínus kostnaðurinn. Þannig að það er 40.000 króna tap á sölunni. Nú ætla ég að setja formúlu hér, það er að segja ég ætla að setja if-fallið. Ef þessi tala hér er hærri en eða jöfn og 0, þá á að standa hagnaður, annars tap. Þannig að ég fer hér í FX-knappinn, finn if-fallið hérna í listanum. Ef það er ekki í listanum hjá okkur, þá skrifið þið if og smellið á go. OK. Ef þessi tala hér er hærri en eða jöfn og 0, þá á að standa hagnaður. Þið þurfum ekki að skrifa gæsalappirnar, þær koma sjálfkrafa. Annars á að standa tap. Svona. Og OK. Sjáu hérna, ef B8, þessi tala hér, er hærri en eða jöfn og 0, þá á að standa hagnaður, annars tap. Semikoma skilur að línurnar sem voru í glugganum. Ég ætla að vista. Síðan ætla ég að afrita þessa síðu yfir á nýja síðu. Ekki að eyða henni eða skrifa onni í tölurnar, heldur ætla ég að smella hérna með hægri mús yfir heiti síðunar og segja move or copy. Og ég ætla að segja create a copy og ég ætla að segja hérna move to end. Þá kemur hún hérna aftast. Svona. Og ég ætla að gefa þessari síðu heiti hagnaðarspá. Svona. Nú get ég unnið á henni en á hina óbreytta. Ég ætla að vista snöggvast og sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið notið gólfsík.